Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 15. nóvember. Það eru 15 dagar, rétt rúmar 2 vikur í kosningar og ég hef sagt áður, en það meiri ástæða nú en nokkru sinni til að segja, það allt á suðupunkti. Fylgið á fleygiferð, frambjóðendur á fleygiferð, svo lengi sem það ekki ófært og við fylgjumst náið með framvindu mála. Hingað kemur til mín á eftir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum formaður Framsóknarflokksins og við ætlum að ræða pólitíkina, stöðu Miðflokksins og stefnumál hans. En hingað komin til mín minn ágæti kollegi og vinur Andrés Magnússon, hann með glóðheitar tölur frá prósenti sem sýnir fylgi flokkana og það á hreyfingu. Já, það nú óhætt að segja það. Sko, nú rétt að horfa til þess að það alls konar kannanir komin og þær geta verið eilítið mismunandi, við erum ekki að sjá nákvæmlega sömu tölur alls staðar, en ég held að hreyfingin, hún sé nokkuð á eina leið og varðandi það hversu áreiðanlegar tilteknar tölur eru, það hluti sem fásaldið tilfinningu fyrir. Það sumir segja við treystum Gallup og það alveg hægt að treysta Gallup vel vegna þess að við erum með þessa löngu sögu í tölum frá þeim og við vitum svolítið hvernig þær tölur stemma síðan við úrslit. Þannig að við vitum það að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn hefur yfirleitt verið undirmældur aðeins, Framsókn sömuleiðis. Verulega undirmældur oft? Já. Píratarnir ofmældir? Mjög og Samfylking yfirleitt eilítið ofmæld. En við hins vegar höfum ekki verið í þingkosningum með tölur frá prósentiðaður, þannig að við erum ekki alveg með að nákvæmlega hreinu hvernig það stilla það. En ég held að þegar við berum það saman með aðrar kannanir þá sjáum við svolítið mikið hvernig landið líkur, en fyrst og fremst það þó hreyfingin. Leitnin fram veginn, eins og við sáum við forsetakosningunum, menn voru taldi gagnrýni á tölurnar okkar þar, en það kom í ljós að prósentskannanar, þær voru að nema með nákvæmari hættu og fyrr hvernig þróunin var á milli frambjóðenda. Já, ég þori ekki að segja að það hafi verið með nákvæmari hætti, en ég held einmitt að eins og þú segir fyrr. Miklu nákvæmari hætti. Já, ég held að þeir hafi verið með tímanlegri tölur og voru ekki sækjar kannski alveg langt aftur og við vorum með það ferskari. Þannig að þær sögðu svolítið til hvað var að gerast þá stundina og ég held að þær tölur sem við erum að fá frá prófstinu núna séu að sýna slíkt hið sama. Hvað segja þessar tölur núna? Þessar tölur segja okkur einfaldlega að það þarf ekki að horfa lengi á þess að sjá að Viðreisn í stór sókn og þeir eru bara að reisa sig mjög hratt á milli vikna. Þeir gáfu dálítið eftir í síðustu viku en svo kemur bara mikill kraftur í þetta núna. Já, þeir virtust gefa eilítið eftir í síðustu viku. Kannski það hafi bara verið suð milli vikna. Við verðum að athuga það að þegar við horfum á þessar tölur, þið sjáum til dæmis að Framsóknarflokkurinn fer úr 5,8 í 5,6. Það engin munur, það óbreytt fylgi. Sjálfstæðisflokkurinn fer úr 12,3 niður í 12. Óbreytt. Ég held að það sama í raun við hjá Flokki fólksins og framvegis, en það marktæk breyting þarna hjá Viðreisn og hún nokkuð skörp. Ég held líka að við sjáum að sósíalistar hníga aðeins, ég held að það sé eitthvað nærlagi og svo sjáum við að það töluvert fall hjá Pírötum. Sem örugglega eitthvað að marka. Þetta það mikið fall. Þeir höfðu verið að mælast undir 5% sem þessi mikilvægi mælikvarði sem að menn horfa til. Svo skjótast þeir upp fyrir 5% og mikil fagnaðarlæti en þetta herpingur hjá þessum flokkum. Það má segja herpingur hjá Framsókn, sósíalistum, Pírötum og ég tala nú ekki Vinstri grænum. Tvímælalaust og ég held líka að við horfum á þessar tölur og horfum ekki bara á þessa munin núna á síðustu viku. Ef við horfum lengra aftur, ef við horfum aftur heilan mánuð, bara aðra viku október, að þá sjáum við að hjá flestum þessara flokka ekkert verulega breytingar. Það ekkert mikið að frétta hjá Sjálfstæðisflokki. Hann var í 13% þá 12% núna. Framsókn var í 5% þá 5,6 núna. Það engin munur á þessu. En það sem við sjáum hins vegar munur, að það fyrst og fremst Viðreisn sem að var þá í 13%, var bara á svipum nánast sömu slóðum með Sjálfstæðisflokkurinn, en hefur hækkað sig meira en 60%. En miðað við þessar tölur og það hversu mikið fylgi virðist vera að falla dautt á vinstrikantinum, erum við ekki bara hreinlega að horfa upp á Evrópustjórn, tengast upp hérna fyrir jónum á? Þeir þurfa þá einhverja aðstoð til. Nú reyndar verður að horfa til þess að frambjóðendur beggja flokka, Samfylkingar og Viðreisnar, sem Evrópusinnaðir flokkar í eðli sínu, þeir hafa talað mjög varlega það að þeir vilji þá bara fara út í að ræða hvort það sé að fara út í þjóðaratkvæðagreiðslu eða leita umboð sérstaks til þess og það náttúrulega minnugur þeirra reynslu sem að Norræna velferðarstjórnin á Jóhönnu
Sælla minninga. Já, þannig að sko, þeir eru þarna með eins og þú sérð 43%. Það dugir þeim ekki til þingmeirihluta. Þeir þurfa að leita aðstoðar hjá einhverjum öðrum og hvort það eru að fá hann, það engin leið að segja fyrir að ég meina engin þessara hinnaflokka sem þarna eru líklegir til þess að taka neitt slíkt í mál. Eins og getur þú líka hort á það ef þú horfir á hægrikantinn, ef þú horfir á þessa 3 borgaralegu flokka, Viðreisn, Miðflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn. Þeir eru samanlagt að koma með 50% atkvæða. Þannig að það alveg möguleiki. Sko, miðflokkana áhrærir eða þú ert bara að horfa á það miklu veikara og í raun og veru, við erum að sjá að það eru bara býsna margir flokkar hérna að falla úr leik. Flokkur fólksins líklegur til þess að gera meira en hefur að gera? Við erum svona öflugt stjórnarandstöðu afl þingi? Ég ekki viss. Það eru mikið tíðindi ef að við myndum enda með 7 flokka á þingi eftir þessar kosningar. Jú. Jafnvel 6. Jú, það væri náttúrulega veruleg breyting á þessu pólitíska landslagi og kannski söguleg vegna þess að ég held að ef Píratar falla á þingi, þá má í raun og veru segja að kannski sé hruninu loksins lokið vegna þess að þeir koma hérna inn svona í kjölfar hrunsins og svo umræða sem varð upp úr búsáhaldabyltingu og allt þetta, hún hefur svolítið lifað lengst með þeim. En ef þeir eru farnir og Vinstri grænir eru farnir, hvað þá eftir af því? Það kemur allt í ljós 30. nóvember, við fylgjumst spenntir með, þú ert nánast hættur að sofa, veit ég. Jú, en þetta bara svo gaman. Já, heldur betur. Við ætlum að fylgja þessu áfram úr hlaði, við ítrekum líka þá staðreynd að við munum fara með nákvæmari hætti ofan í þessa könnun í Morgunblaðinu í fyrramálið, Laugardagsblaðinu og þar að finna upplýsingar til dæmis skiptingu þingsæta milli flokkana og margt fleira. Til þess að lesa það verður þetta að gerast áskrifendur á Morgunblaðinu. Áskriftarsíminn er 569 11 00. Alveg rétt, þú ert þetta. En hér eftir andartak Erna Mist, frambjóðandi Viðreisnar og listamaður og Hermann Ökku Gunnarsson, blaðamaður. Við ætlum að fara yfir bandarísku forsetakosningarnar og kosningarnar hérna heima. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Hjá Columbus ævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Columbus ævintýraferðir. Skiptir íslenska máli? Það finnst okkur. Allir geta valið íslenskt notendaviðmót í sínu snjalltæki, svo lengi sem það er frá Samsung. Flippaðu yfir. Það hefði Jónas Hallgrímsson kunnað að meta. Við köllum eftir ábyrgum ríkisfjármálum fyrir íslensk fyrirtæki og heimili. Beinum athyglina að því sem skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriðin. Samtök atvinnulífsins. Já, þetta eru sannarlega áhugaverða tölur sem að við Andrés Magnússon fórum yfir hér áðan. Ég ætla aðeins að koma inn á þær aftur hér á eftir í þættinum. Ég fengið til mín 2 góða gesti. Annar þeirra er nú innanhúsmaður, Hermann Ökku Gunnarsson, sem er okkar helsti sérfræðingur í málefnum bandarísku forsetakosninganna. Og svo Erna Mist, listamaður. Hún hefur komið hér áður, en nú hefur orðið dálítil breyting á hennar hugum því að hún er komin í pólitík í framboð fyrir Viðreisn. Velkomin, bæði tvö. Takk fyrir. Takk fyrir. En ég er samt ekki hérna sem frambjóðandi, er það? Af því ég er búin að sjá hvernig þú ferð með frambjóðendur, þannig að ég myndi ekki þóra kominga á þeim forsendum. Jú, sko, ég er hérna með upplýsingar sem að... Nei. Við ætlum að fara hér yfir áhugaverða hluti. Ég sé nú, Hermann, að þú hefur komið með hluta úr safneigninni. Já, hér eru derhúður frá Kamala Harris og Donald Trump. Önnur húfan er nú merkt 2024, kosningar núna, en hinn húfan er merkt á kantinum 2 tölum. Já, 45, 47, 45. forseti og núna verðandi 47. forseti Bandaríkjanna. Já, einmitt. Þannig að þú sér þetta er allt merkt í bak og fyrir hérna, fáni hérna, stendur Trump aftan á og þetta er alveg svakalegt. En einmitt var að koma frá Bandaríkjunum og var þar. Og þú varst þar á meðan kosningunum stóði það ekki. Segðu mér aðeins frá ferðalaginu, þú flögst það ekki fyrst á Washington DC höfuðborgina? Jú, var þarna í DC fyrstu 3 dagana og voru með svona innslög fyrir framan Hvíta húsið, fyrir framan Hæstarétt, fyrir framan þingið að tala kosningarnar út frá öllu hliðum.
átti líka mjög áhugavert viðtal við Mark Campbell sem var kosningastjóri Glenn Youngkins ríkisstjórans í Virginíu. Þess að við ræddum og fengum hann til að koma með sitt álit á kosningunum og hann reyndist sannspár. Ég meina, hann sagði viðtali 5 dögum fyrir kosningar, í Bandaríkjunum, að hann teldi að þetta yrði ekki mjög jafnar kosningar. Þetta var svolítið þvert á það sem hann hafði kannski lesið í mörgum miðlum að þetta væri allt í járnum. Og síðan endaði þannig að Trump vinnur hvert einasta sveifluríki, hann vinnur meiri hluta atkvæða á landsvísu sem ekki gerst á repúblikunum í 20 ár og það er komið kort upp og þetta er síðasta korti sem við sýndum viku fyrir kosningar. Já, þú komst hér vikum saman og fórst yfir stöðuna eins og þetta blasti við út frá gögnum sem við vinnum með. Já, við vorum að vinna með Real Clear Politics, þeir höfðu verið nákvæmastir síðustu 2 skiptin. Þetta var kortið sem þeir gáfu upp viku fyrir kosningar og eins og sjáðu þá er þetta nákvæmlega sama niðurstaða, þetta er bara sama og niðurstaðan var. 312, 226. Nákvæmlega, hvert einasta sveifluríki. Þannig að ég vil sannlega bara meina að þetta kannski hafi ekkert endilega komið áhorfendum spursmála svakalega óvart hver niðurstaðan yrði. Þetta kom áhorfendum RÚV mjög óvart, jafnvel eftir þessi leið á kosninganóttina. Já, maður var hann... Það litar á ákveðinu óskhyggju líka. Er það keyrt áfram á því? Ég held það, ég held að ef maður skoða bara hvernig þau voru að byggja upp sína kosningabaráttur, Trump og Kamala, þú veist, og þegar þetta svona, ég skrifaði þetta er svona ákveðin svona andhverfu pólitík þar sem fólk sameinast það að vera á móti einhverju frekar að sameinast einhver gildi eða einhver svona sameiginlegar hugsanir, skiljiði. Og það sem Kamala gerði var að andstæðingurinn hennar sem hún valdi var Trump sjálfur. Þú veist, hennar kosningabarátta gekk út á það að vera ekki Trump. Og ég held að langflestir sem kusu hana var því hún var ekki Trump. En það sem Trump gerir er að velja sér miklu stærri andstæðing sem er bara kerfið í heild sinni. Og hann stillir sér upp bara sem svona andstæðing kerfisins sem ég held að sé bara miklu sterkari andstæðingur sem Bandaríkjamenn geta sameinast því að kerfið þeirra eru augljóslega ekki að virka fyrir flesta í því landi, sko. Og út frá þessari uppsetningu heldur að það hafi verið ómögulegt að sigra Trump á þessari taktík? Ég held það, af því að andstæðingun hans var bara stærri. Já. Þú reyndar hittir Trump eða því sem næst. Þú fórst á kosningafund hjá honum í Pennsylvania. Já, við fengum boð þarna, hann var í Redding, degi fyrir kosningar, þetta var 3. síðasti kosningafundurinn, samt heldur ekki fleiri og þetta var 3. síðasti fundurinn og þarna fengum að sjá hann, vorum í svona 15 metra fjarlægð, þannig að brunkukremið byrjaði að slettast á okkur þarna Frestabæk. Nei, þetta er mjög skrítin upplifun, bara byrjaði því að segja, þetta er ekki eins og að mæta á viðburðið á Samfylkinguna í Sjálfstæðisflokknum. Við vorum mættir í röð þarna 9 morguninn, fundurinn byrjaði kl. 12:08 formuleg dagskrá að hefjast og hann átti að taka til máls kl. 2. Hann senkaði klukkutíma, byrjaði 3-leytið, þannig að við erum frá 9 morgni til, erum mættir röðuna og við erum að ganga út af leikvanginum rétt rúmlega 5. Þetta er heill vinnudagur að mæta á svona viðburð á þúsundum annarra og þetta er svo allt öðruvísi heldur en að mæta á viðburð á Íslandi. Þetta er bara, það er einhver sala í gangi, maður lýsir þessu svolítið, þetta er svo að mæta á einhvern íþróttaleik. Það er verið að selja alls konar mat og drykki og það er bara einhver tónlist í gangi. Það eru svona hópar, stuðningshópar, eins og þarna virtist hópurum vera Women's for Trump, konur sem styðja Trump, var svona ákveðið klappstýrulið nánast, bara með skilti að peppa alla sem voru í krátinu og síðan færðu svona rétt ára hann mætir og færðu alls konar aðra sem taka til máls. Mike Pompeo skipti til Íslands, kom hann á fundinu og var með ræðu, Marco Rubio sem er núna verðandi utanríkisráðherra, kom hann og var með ræðu og fleiri aðri. Og síðan kemur maður sjálfur inn og hann lappar inn og þetta eru, ég veit ekki hvernig maður að lýsu, fólk einhvern veginn bara missi vitið, sumt fólk. Þetta er bara geðshræð. Nánast hjá sumum, ekki öllum. En ég ætla þó að segja að það er samt þannig að 95% af fólkinu sem var hittir á svona viðburðum er enda bara fullkomlega venjulegt fólk. Það er einhverjir sem klæða þessu upp eins og sé hrekkjavakan í gangi, sko. En langflestir eru náttúrulega bara mættir til þess að sjá kallina, en þetta er ekki eins og við kosningafundina, þetta er ekki endilega óákveðnu kjósendur sem vera að mæta, þetta er fólk, maður tók að letti, þetta er fólk sem er í grassrútinni. Þetta er peppfundur. Þetta er peppfundur. En hvað, 12.000 manns eða? Nei, reyndar ekki, það var þetta var kannski verið 5.000, það var ekki fyllt hvert einasta sæti. Það vakti svona athygli, vorum alveg afhverju, þetta svona 75% búið að fylla völlin og við tókum eftir líka, það gerist það sami á Kamala Harris á svipuðum tíma í Pennsylvania og maður veit ekki degi fyrir kosningar, maður bjóst við að báðir frambjóðendur væri að tróðfylla alla viðburði. Eina kenningi sem er dettur í huga er einmitt það, þú ert bara að sækja grassrótina, þau ert að halda svona peppfundi og þau eru mögulega búin að metta Pennsylvania svolítið vel, þau eru búin að vera með fundi þarna ítrekar síðustu mánuðin og maður hugsaði kannski bara ekki fleira fólk sem eru áhuga að mæta, sko. Erna, þú fylgdist, veit ég, með þessu, þú varst nú ekki, ger ég ráð fyrir, mjög hrifinn af niðurstöðunni þó að þú hafir séð það í kortunum að hann myndi vinna kallinn?
Nei, það er svona margt þarna sem bara svona byrja fyrir mig sem miklu meira óvissu heldur en ef kannski Kamala hafði unnið. Og því svona bara margar spurningar þú veist, erum við að fara að horfa á viðskiptastríð við Kína, erum við að fara að horfa upp á skerð kvenréttindi, þú veist, bara heilt yfir Bandaríkin, þú veist, hvað erum við að fara að sjá þar, hvað áhrif hefur það hingað, þegar við erum náttúrulega svo rosalega tengd. Ég meina bæði Bandaríkjunum og Evrópu sko, þannig að það skiptir okkur máli hvað gerist. Þetta hverst mikið baráttan þarna fóstureyðingar og þessa ákvörðun Hæstaréttar Bandaríkjanum að færa ákvarðanir varðandi réttmæti þeirra eða ekki til ríkjanna sjálfra. Já. Þú nú verið að skrifa þau mál í hópi fleiri stjórnmálakvenna. Það er að segja stöðuna hér heima í þessu sambandi. Þetta er nú ekki beint kosningamál hér á Íslandi. Þetta er kannski ekki kosningamál en þetta situr þetta á dagskrá af því að maður fer þetta svolítið bara svona taugakerfið fyrir vörn, sérstaklega kannski sem komna af því að þessi svona regluvæðing kvenlíkamanns þegar maður sér hana ágerast annar staðar. Þú veist, þetta er líka bara svona ákveðin hlutgerfing sem maður verður fyrir þegar maður sér það gerast annar staðar af því að ég meina maður getur alveg ímyndað sér, þú veist, þungunarrofs réttur á Íslandi er ekki nema kannski 100 ára gamall. Og hvað hefur fólk búið lengi á Íslandi, skilur? Þetta er bara svona brot af okkar sögu, það sem það sem við þú veist, höfum svona raunverulegt sjálfsumboð. En umræða hér heima, hverju kannski meir tímasetningar á þessu ferli, löggjöfin sem að breytt var 2019, færði réttinn til fóstureyðinga lengra inn á meðgönguna, þannig að spurningarna hér eru kannski að einhver leyti flóknari heldur en það úti þar sem að menn velta fyrir sér banni og því að leyfa þetta. Já, og hérna er bara svona skert eða aukið þungunarrofsfrelsi. En mér finnst í grunni bara undarlegt að vera með sko lög þetta að því að þú veist verandi kona og ég er kannski ólétt núna sko, þú veist og þekkjandi margar konur sem þú veist verða óléttar og þú veist lenda í því að þú horfast augu við að vilja eignast barn eða ekki, svo ákvörðun kemur í langflestum tilvikum bara strax. Maður veit hvort maður vill eignast barn eða ekki. Þú veist hvernig það kemur, þú veist hvort þetta sé með einhverjum aðila sem þú elskar eða þykir vænt eða ég meina, eða var þér hreinlega nauðgað skilurðu, eða er þetta afleiðing sifjaspels eða hvað er þetta sko? Þú veist þetta skiptir svo miklu máli. En er það ekki eðlilegt í þínum huga að það séu einhver mörk á þessu líka þannig að það sé ekki að... Mér finnst það bara óþarft og mér finnst þetta vera bara svona, ég meina það að hafa ekki reglur í kringum þetta, af því að þú veist þetta er bara common sense. Þá finnst mér þetta að vera bara fyrst og fremst svona formleg trausts yfirlýsing til kvenna. Almennskynsemi er nú ekki eins algeng og menn halda. Nei, en ég meina bara spyr sig hvað skilaboð það sendir til kvenna að þurfa að hafa reglur yfir þetta sem ég held að séu algjör undantekningatilvik. Þegar við tölum einhvern sem vill fara í þungunarrof þegar það hafa liðið fleiri en 3 mánuðir sko. Ég allavega þekki sjálf ekkert tilvik. Við ykkurum smá spurningum með þetta er að kannanir höfðu bent til þess að fóstureyðingar yrði mögulega svona 3. mikilvægasta máli í kjóseta þegar gengu að kjörstöðum. Útgönguspor benda til þess að það var ekki svona óvarlegt sem er áhugavert og það er mögulega bendið til þess út í að við sáum með fóstureyðingaumræðan, hún var risastóri kringum þessar kosningar. Maður velti fyrir sér gæti verið að þetta sé svona þegar við reynt þetta núna og þetta verði ekki stór mál í næstu forsetakosningum. Því staðreyndin eru þetta svo að forseti Bandaríkjanna er ekki að fara að gera neitt líklegast varðandi fóstureyðingar aðgengi út af því að það eru ríkin sem ákveða þetta. Kamala Harris hefði sagt að hún vildi setja í lög að löglega fóstureyðingar á landsvísu. Til þess þá hefði hún þurft 60 þingmenn í öldungadeildinni sem hún hefði aldrei fengið og að Trump myndi vilja banna fóstureyðingar á landsvísu sem hann hefur ítrekað sagt að hann myndi ekki vilja gera, þá hefði hann þurft 60 þingmenn í öldungadeildinni sem hann hefði heldur ekki fengið. Nema þá að brjóta einhverja sko málþófsreglu filibuster sko, en þá erum við bara komin út í mál er yfir höfuð löglegt að sita landslögum fóstureyðingar í Bandaríkjunum eftir ákvörðun Hæstaréttar. Það er heldur ekki vitað. Þannig að þetta er svona, ég held að vandamál hefur verið núna er að það var ekki alveg skýrt að Harris væri með umboð til þess að hrinda úr vör hérna þeim breytingum sem hann hefði boðað. Þannig að þetta er vangavelt yfir framtíðina. Ég er ekki viss að fóstureyðingar verði í þessa mál í næstu forsetakosningum eins og það voru í umræðinu núna en síðan koma daginn að var ekkert endilega stærsta máli kjósenda. Ég veit að áhugamennir bandaríska pólitík fagna því að það eru ekki nema kannski 2,5 ár í það að við förum að velta fyrir okkur hverju næsti forseti Bandaríkjanna. Það er náttúrulega ekki friður fyrir þessu. Réttið mér nú þessa ágætu hatta hérna, því að nú ætla ég að taka umræðuna eitthvað allt annað. Við komum þessu bara hérna út í sal og við ætlum að ræða íslenska pólitík. Kíkjum aðeins á könnunum aftur. Hermann, þú kýttir á þess að tölur á þann, þú vilt meina að Erna sé bara fara að ná inn? Já, hún er næstu komin inn bara 21,5% viðreist, þetta er 9. sæti. 9. sæti, þú ert nánast. Baráttu sæti.
Þetta líka sko með veldisvöxtin á fylginu sko, þetta verður komið 50 ára vitum af. Það eru miklar sviptingar í þessu miðað við síðustu konur hjá okkur sem við sjáum þetta svona rétt skyggða fyrir aftan. Þetta já, bara gífurlegt stökk hjá Viðreisn, Framsókn einhvern veginn stendur í stað fyrir aðeins niður, VG, eins og við tala svolítið botfrosið, undir 3%. Maður svolítið farin að velta fyrir sig hvað valdi sig á Viðreisn, því að þeir ekkert, þeir ekkert búin að taka mikið umdeildum afstöðum, þeir ekkert endilega búin að vera mest leiðandi í umræðinni og þetta er að minna mögulega smá á Framsókn í síðustu kosningum ef að þetta rétt að tölu þar að segja. Og svo sjáum við líka á vinstri kantinum sósíalistar að lækka aftur, ef að þeir fara þarna rétt undir þá erum við að sjá 4 flokka ekki ná inn, það hefur líka mikil áhrif á fylgið og skiptingu þingsæta milli flokkana. Já, algjörlega. Og ég þetta að vera áhugavert að sjá í kraganum hvað þarft mikið fylgi til þess að ná 4 þingmönnum og svona, því að alltaf bætist við þingmaða þar. En ég veit það ekki, ég meina við erum búin að sjá kannanir, við erum með prósent, maskínu, Gallup, svona svolítið mismunandi niðurstöður að koma úr þessu og við séð á Íslandi sérstaklega að það alveg, við sjáum átt í síðustu vikunni, þá byrja flokkarnir þá byrja svona teiknast upp raunstaðan. Það fylgir einhvern veginn að koma heim. Já, ég meina sjálfstæðisflokkurinn þarna í 12% stöðum. Er þetta ekki bara versta mæling? Þetta er versta mæling sögunar fyrir það? Já, ég held að. Mínar heimildir herma að þetta sé ekki svona slæmt hjá þeim í innherjamælingum hjá Gallup. En þetta, ef þetta er rétt, þá náttúrulega er þetta bara hryllilegt fyrir flokki. Það má náttúrulega ekki vanmeta þetta fasta fylgi sem þessi flokkur hefur. Það er ekki annar íslenskur flokkur með eitthvað svona rótgróið fasta fylgi. Þetta er nú ekki mikið fasta fylgi, þetta er niðurstaðan. Nei, í skoðanakönnun. Já, menn töluðu alltaf að þetta verður aldrei undir 18. Svo sem þetta verður aldrei undir 16 og svo sem aldrei undir 15. Það eru nú bara 2 ár síðan menn sögðu aldrei undir 20 sko. Já. Þetta er bara búið að vera ítrekað. Þetta er ekki að rifja þetta. En af hverju eru þið á svona rosalegri siglingu? Hvað er það sem hefur gerst hjá Viðreisn sem að breytir stöðinu svona frá því sem var? Því flokkurinn hefur bara verið að mælast fast í kringu 10-11%. Já, ég held að þetta sé bara sko framkoma frambjóðanda fyrst og fremst bara í viðtalsþáttum, í sjónvarpi, hvað þeir eru að leggja áherslu á, hvað þeir eru að tala um. Ég held að sé bara svona, þetta er eini flokkurinn sem er að leggja trúverðu og áherslu á heilbrigðismálin, geðheilbrigðismálin til dæmis. Og ég held að það sé bara eitthvað sem raunverulega liggi rosalega mörgum á hjarta. Spila inn í sko. En Evrópumálin, eru þau ekki kosningamál? Ert þú ekki spurð að því þegar þú ert í kringlunni að snabba atkvæði? Sko, ég veit bara ekki hvort það sé mikil eftirspurn eftir því að sitja á dagskrá núna. Þannig ég held þetta, kannski er þetta svona svipað á Samfylkingin, þetta bara svona dreigir svolítið til hlés. Ég held þetta verði alltaf Evrópusinnaður flokkur, en ég held að svona, hitamáli núna er ekki Evrópusambandið sko. En ef að þessi 2 flokkar fá 44% mikið fylgifellu niður á vinstrikantinu, þá getur þessi 2 flokkar myndað bara meirihluta einhverju Evrópusambandið? Já, allavega áframhaldandi aðildarviðræður eða þjóðaratkvæðagreiðslu það. Það væri náttúrulega rosalega áhugavert. Já. Líka ef fylgi þessara flokka samanlagt svona mikið, þá hlýtur líka bara að vera svona almennur áhugi fyrir því. Ég líð því ekki að taka eftir núna Píratar í 3,4%. Maður par við lýðræðisflokkin nánast. Þetta hlýtur að benda til þess. Ég held að eftir að Jóngnar fór yfir í Viðreisn, ég held að þessi slatta Pírata fylgja fara yfir til Viðreisnar. Við sáum þau áhrif eiginlega koma snemma fram, en svo eru þetta flöktir talsvert á milli flokkan líka, svo við sjáum á þessu tölum núna milli vikna. Og þetta eru vikmörkin mikið líka af eðlum ástæðum. Þú fylgist nú talsvert með veðbönkunum, Hermann, þeir eru fannir að segja okkur sögu ekki bara í bandarísku stjórnmálum, heldur líka hérna heima á Íslandi. Já, getur farið inn á EpicBet og Coolbet og þar getur þú séð svona hver jöfnunarstöðullin er á þessum flokkum. Ég er nú ekki alveg nógu nýlega búin að skoða allt þetta, en það er svona, mér sýnist sjálfstæðisflokkurinn vera að vera að spáði að fá okkur staðir í kringu 17%. Það vera að spáði að Viðreisn fá aðeins minna heldur en þess að kannanir benda til. 14-15. Já, en veðbankar munu líka taka mjög mikið mið af þessum könnunum. Þannig að núna kemur þessi könnun út og ég er ekki til þess að veðbankar myndu byrja að fylgja þar á eftir. Miðflokkurinn er held ég eitthvað staðir í kringum 14-15% í þessum veðbankum, maður reyndar ekkert langt frá þessi kannanir benda til, en ég meina veðbankar, maður gerðum þetta í forsetakosningum Bandaríkjunum, þetta hefur auðvitað ekkert endilega, svona, er ekkert vísindalegt á bak við þetta, en þetta er þó fólk sem er tilbúið að setja peninga við því og venjulega myndi maður halda þessi fólk sem er svona aðeins búið að skoða málin til hlítar og í Bandaríkjunum reyndist það að vera þannig að veðbankar voru nánast nákvæmari en kannanir, þú veist það sem menn voru að setja peninga við. Ég veit ekki hvort að sama verður upp á tegnum á Íslandi, en þetta er alveg gaman að fylgjast með þessu. Þeir eru rangt fyrir sér veðbankandi man ég í sambandi við það hvort þeir myndið fá meira fylgi á landsvísu. Þar gerðu veðbankandi ráð fyrir að Trump myndi ekki ná því, en svo vinnur hann öruggan sigur líka í heildaratkvæðafjöldanum.
það voru alltaf mjög fáir sem spáði að myndi fá meira fylgi á landsvísu. Það voru komin merki það þarna og við sýndum að þetta einmitt í síðast spurningalinnslan, það mældist hann með 0,1% stegar forskot á Harris, en meiri sé að sko, maður horfir á þetta og maður sér umræðana frá öllum þessum hefðbundnu fjölmiðlum og maður að skoða, það Kalifornía svo fjölmennt og New York svo fjölmennt og þetta eru bara demokratar og maður hélt einhvern veginn að hann gæti bara ekki fengið meirihluta fjölda atkvæða, en síðan virðist bara vera að það var svo mikil hægrisveifla í Bandaríkjunum, sérstaklega í bláum ríkjum og hvað hann sótti, hann fekk meiri stuðning meðal kvenna núna heldur fyrir 4 árum, meiri stuðning meðal svartara heldur fyrir 4 árum, hann fekk metstuðning meðal fólk á rómönskum uppruna. Þessi hjálpa árum að einhverju hann braut tilbaka þetta tjald sem að demokratar höfðu búið til undir Obama. Þannig að aftur heim, kannski stóra fréttamál vikunar var það sem að hófst hér við þetta borð hjá þegar Þórður Snær Júlíusson frambjóðandi til Samfylkingarinnar mætti hérna og það var upplýst þessi skrifans. Erna, hefur þú lagt á þig að lesa því gegnum þennan litteratúr? Ekki allan 3 ára litteratúrin, en svona það sem hefur birst í fréttastömmum og svoleiðis. Er þetta stormur í vatnsglasi, heldur þú? Sko, ok, ég held dagbók og ég er búin að gera það frá því ég var svona 6 ára. Við erum með hana hérna. Nei, og þú veist, og þetta er bara, ég veit ekki hvers vegna, en ég hef bara þessa undarlegu þörf til að bara koma niður á blað, öllum bara svona óþægilegustu og mest óveðjandi hlutum sem mér koma til hugar. Og Ertu með þetta á bloggsíðu? Örugglega eitthvað sko, frá úlingsárum og eitthvað svoleiðist, þú veist, af því að stundum er dagbók í bara svona nótnabókaformi, stundum er hún á bloggsíðu, stundum er hún í einkasamtölum, skilur maður þarf bara stundum að ranta og hreinsa kerfið á ákveðnum hlutum sko. Og ég tvisvar á þessu ári fengi svona raunverulegt kvíðakast og bæði tilvikin voru sko í kjölfar þess að ég var einhvers staðar og vissi ekki hvar dagbókin mín væri. Og ég bara vissi að ef einhver myndi opna þessa bók, ég veit enginn er að pæla í þessu, skilurðu, en ef einhver myndi opna þessa bók á villhauðsri blaðsíðu, þá bara væri mannorðið mitt horfið, sko. Það væri bara kominn lögreglubíll fyrir þetta? Já, þannig að þú veist, ég hef... Segðu okkur, hverjar eru þessar bókar? Nei, ég meina þetta er bara, þetta eru minningabrot í sambland við samfélagsrýni, í sambland við, ég veit ekki, kynlífsfantasíur, þetta er bara allt sem manni dettur í hug, sko, að skrifa niður, skáldskapur, sannsögur. Og þess vegna hef ég svo óbúslega mikla samúð með því þegar orð sem einhver skrifar, þú veist, fyrir 20 árum, það er næstu í heil ævi í mínu samhengi. Þú veist, þegar það er dregið einhvern veginn upp á svona hið almenna torg og þá að fara að dæma manneskjuna út frá því. Ég á bara rosalega erfitt með það, því að þú veist, mér finnst líka bara að við megum ekki dæma fólk svo langt aftur í tíma því að þá eru við raun að dæma það fyrir líka mögulega að hrífast með einhverjum tíðaranda, sko. Og ég vil bara ekki búa í þannig samfélagi. Og ég veit að ég þekki Þórsna ekki persónulega og ég er ekki í Samfylkingunni. Ég meiri segja í framboði fyrir flokk sem er í mjög harðri sko, samkeppni við hans flokk og það væri rosalega auðvelt fyrir mig bara svona hendunum svona fyrir rútuna. En mér finnst þetta bara svo, ég vil bara ekki búa í svona samfélagi þar sem svona hluti má bara draga upp og einhvern veginn yfir skyggja allt það sem aðilinn hefur gert síðan þá. Aðgáð skal höfði nærveru sálar og allt það, eins og Einar bent á. Já, en ég meina svo er þetta líka bara aðili sem hefur kannski borið svolítið af í því að vera að kryfja íslensk efnahagsmál bara frá hruni. Og hversu göfugt framtak til samfélagsins er það, sko. Og ég bara... Það líka verið mjög dómharður í garð manna og vegna ummæla sem að þeirra hafa viðhaft. Það kannski hefur líka áhrif. Já, ég meina, en ég gengst alveg við breiskleika mannsins, bara, þú veist, öllum. Við þurfum endilega að hafa upp á þessari dagbók. Já, en ég er líka alveg sem að meðvitað að ég er ung kona og ólitt og það er eiginlega ómögulegt að sleifa mér, sko. En þér, Hermann, getur við sleifað þér einhvern veginn? Já, eflaust. Nei, það sem er áhugavert við þetta, það sem er fyrir etnandi við þetta, er auðvitað það að það sem kemur fram fyrst og fremst að hann gengst við því að hafa haft uppur sér skrif. Það var auðvitað kært þetta mál til siðanefndar 2007 og þá gengst hann ekki við því að hafa verið þýska stálið þarna sem var að skrifa á þessar elskur. Þannig að mér finnst það svolítið fréttir er að hann er að gangast við núna að hafa haft upp þessi orð. Ég held að þessi flestir Íslendingar vonandi sammála því, við viljum auðvitað ekki vera að slaufa fólki marga áratugi aftur í tíman og fólk getur svo sannarlega þroskast. Ég finnst áhuga að vera í þessu að hann er að gangast við þessu núna sem hann gerði ekki áður fyrr og það eru þetta þessi skrif í 3 ár. Þetta er ekki spjall á milli manna eða í dagbók sem bara þú heldur, þetta eru þetta inn á netið.
Þetta inn á okkur bloggsíðu þar sem hann talar konur eins og séu verkfæri í 3 ár og síðan kemur, eins og við greindum frá í gær, mjög ógeðfeldlega mér að segja skrif það að herbergisfélagans að vera reynda að pikka upp 12 ára stúlkubarn til þess að hann geti, bara stunda kynlíf með. Ég meina, það ekkert sem varð úr því og ég ekki að segja það, en bara, þú veist, maður hugsa bara hver skrifar svona og situr út á netið. Bara það held ég sem fólki blöskrar svolítið við þetta að þetta eru svo svakalega fáránleg skrif. Þau eru þarna yfir 3 ára tímabil, en síðan eins og ég segi, þetta aðalega frétt út af því að hann hefur ekki gengist við þessu ár en hann gangast við þessu núna. Margir hafa verið að setja þetta í samhengi auðvitað líka við mjög harkaleg skrifans í garð klausturmanna sem svo eru kallaðir. Hann var mjög harður og einarður í umræðinu Guðna Bergsson sem að vék frá knattspyrnusambandinu, þannig að það hefur verið þessu dómharka, en þá það kannski verkefni samfélagsins og þeirra manna sem þar eigi hlut eða áttu í hlut að sýna þessu menna meru og láta ekki knéfylgja kviði. Nei, ég meina hann sjálfur búinn að segja að þessi skrif endurspegli ekki hvernig hann hugsar konur og hann búinn að biðjast innilegar afsökunar og við verðum bara að trúa því raunverulega að hann sé ekki með þessar skoðanir, sko. En svo Kristrún í þeirri stöðu og hún komin með þennan frambjóðand og hinn frambjóðandan og eina svarið bara strikið á bara út, menn strikið á Dag B. Eggertsson og líka Þórsnæ, hún var á fundi á Egilsstöðum daginn þar sem einhver kvartaði undan því hann vildi ekki kjósa Loga Einarsson og hún sagði þú strikar hann bara út og Logi stóð bara beint fyrir aftan hana, þannig að hún alveg miskunnarlaus í útstrikununum. Hún bara alveg leiðtogi held ég, sko. Hendir sínum mönnum bara miskunnarlaust undir rútuna? Nei, ég meina það væri að taka þá af lista, sko. Þarna nú bara að veita fólki valkostinu, bara ef þið líkar ekki við hann, strika hann út. En hvað heldur ekki, þannig sem þessar listakostninga virka. Svo ég tækja mér hérna á dagskrárhaldi, hvað heldur að gerist? Heldur hann haldi áfram? Ég meina hann afboðið sér til dæmis í hlaðvarp eina pælingu sem hann átti að mæti í dag. Hvað ætli hann sé að hugsa núna? Ég veit ekki, sko. Ég verð alveg fyrir töluverðum vonbrigðum ef hann dregur sér úr framboði eða einhvern veginn hrakinn þaðan út. Ég held að verði alveg svolítið missir af því, allavega. Ekki eina leiðin í svona aðstæðum að það ekki hægt að taka hann af listanum beint, að bara að taka frostið á þetta og bíða af sér kosningarnar? Láta lítið fyrir sér fara? Mér sýnist hann allavega að byrja fyrstu dagana þannig með því að vera afbóðið sér í viðtöl. En nú voru hvort hann komi aftur tilbaka og ég meina, eins og maður segir, ég meina, síðan bara spurningin hversu oft mun hann þurfa að biðjast afsökunar. Þú veist, hann búinn að biðjast afsökunar. Hann búinn að segja hann skammi sín innilega fyrir þetta. Kristrún búinn að taka fyrir á samfélagsmiðlum. Það ekki bara lýðræðislegast að fólk fái bara ákveð? Það bara streikar yfir eða vill ekki hafa hana? Nákvæmlega staðan. Síðan bara fólki að velja hvort það trúi þessu eða ekki, sko. Það kemur í ljós. Við munum halda áfram að fara í þessu mál. Kannski ber þetta að koma hér í samtali mínu við næsta gest, en ég þakka ykkur kærlega fyrir þessa ágætu yfirferð, báðum tveimur, Ernu Mist og óska þér góðs gengis, bæði í þínum persónulegu verkefnum framundan og í framboðinu fyrir Viðreisn. Hermann Rökkvi, við hittumst hér daglega, þannig að ég þarf ekki að kveðja því með miklu virtum. Við höldum áfram að láta lítið fyrir okkur fara hér í spursmálum og hér handan við hornið það Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem formaður Miðflokksins. Þér, en þú getur það. Gripið og greitt í bónus. Væntanlegt í sjónvarp Símans Premium. Útilega. Ekkert drama, bara gaman. Þú veist, á að taka allt amman eða? Þú fara! Þessi útilega þetta ferði ekki algjörður rugg. 17. október í sjónvarpi Símans Premium. Það komið tímabreytingar og í dag erum við að leggja fram framkvæmdaplan í húsnæðis- og kjaramálum og við biðjum stuðning í kosningunum 30. nóvember til að framkvæma fyrir fólki í landinu. Kynntu planið nánar á xs.is. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Kósí heilsuvinniskór, gjöf sem verður elskuð og notuð alla daga. Betra bak. Virkjum kraftana í samfélaginu með betri skóla. Auðveldum líf barnafólks og búum til fleiri tækifæri fyrir næstu kynslóðir. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl og blessuð að nýju. Hingað kominn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hann formaður Miðflokksins. Reyndar
fyrrum formaður Framsóknarflokksins og líka fyrrum forsætisráðherra. Hann í stórsókn samkvæmt könnunum og við ætlum að fara yfir stöðuna í pólitíkinni hér næsta hálftíman eða svo, mögulega eitthvað aðeins lengur. Sæll og blessaður. Blessaður. Og velkomin til byggða. Já, þakka þér fyrir. Ég laði mikið á mig að geta mætt til þín hérna. Svaðilför. Á tilsettum tíma. Nánast svaðilför, já. En fekk fara með mjög tröstum manni frá Grenivík sem að skilaði mér á áfangastað og hér ég komin. Tröstur við stýrið? Já, mér var sagt að það líklega flogið núna í morgun. Ég ákvað að taka enga sénsa. Ég vil mæta til þín. Þú vilt hafa belt og axlabönd? Já, og bara taka því sem að höndum ber. Já. Síðasta viðtalið. Heyrðu, ég ætla að byrja því að fá að ræða við könnunina sem við vorum að birta. Þið eru, menn segja í sókn, en þið eru svona dálítið fastir, eða föst í 15% fylgi, einhvers staðar þar í kring. Það meiri hreyfing á hinu flokkunum. Hvernig skýrir þessa stöðu? Já, þetta áhugavert og kannski afleiðingar því að fylgið okkar hefur byggst upp á löngum tíma jafnt og þétt, sem að ég til vera kost. Þetta ekki svona eins og maður sé stundum hjá flokkum eins og hjartalínurit eða jarðskjálftamæling. Þetta búið að vera jafnt og þétt að byggjast upp í ljósi reynslokkar og þess sem við höfum staðið fyrir. En þótt þetta sé ágætis niðurstaða fyrir okkur í þessari könnun, þá hún ekki nógu góð vegna þess að þú sérð hvað blasir við í þessari könnun ykkar og raunar í fleirum. Hér blasir bara við samfélaginu mjög stór ógn og hún svo að eftir kosningar verði til ríkisstjórn, Viðreisnar og Samfylkingarinnar, hugsanlega með einhverjum aðstoðarflokki eða með þarf, einhverjum svona framsóknarflokki til í hvað sem með hverjum sem eða sjálfstæðisflokki sem nú eiginlega orðin eins og framsóknarflokkurinn að því leit sínu til að hann bara þráir að vera í ríkisstjórn og getur ekki hugsað sér lífið öðruvísi og lætur sig hafa ýmislegt til þess. Og hvers konar ríkisstjórn yrði þetta? Þetta yrði ríkisstjórnum skattahækkanir, áfram galopin eða minnstakosti lek landamæri og eða næstu árum hér í einhvað Evrópusambandsrugl. Og þetta bara raunveruleg hætta sem menn standa frammi fyrir núna. En nú tala menn ekki Evrópumálin, þannig menn eru voðalega rólegir að þeir virðist gagnvart þeim málflokki. Þeir gerðu þessi grein fyrir því, líka Viðreisn, eftir að hafa séð Samfylkinguna sópa þessu undir teppið eða fela það á bakvið gardínurnar, að það verður kannski best að tala ekki mikið þetta, en stefnan svo sama og stefnan líka svo sama, hún óbreytt á Samfylkingunni og getur rétt ímyndaðir hvort að þessi flokkar muni ekki keyra á þetta að gefist tækifæri til og frambjóðandi Viðreisnar í einu kjördæmanna fyrir að nátt að nefna einhvað sem væri ófrávíkjanlegt, þá væri það aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Við sjáum í hvað stefnir og það svo mikil synd ef þetta fer svona. Þegar þetta tækifæri gefst, einstaka tækifæri sem gefst ekkit endilega aftur að breyta hlutunum hér og laga þá og vernda þetta samfélag. Við erum komin á þann stað að það þarf að taka beinlínis ákvörðunum það hvort að við viljum vernda þetta samfélag. Við höfum þraukað hérna í 1150 ár og þegar við fengum fullveldi og sjálfstæði byggt upp stórkostlegt samfélag. Nú bara spurningin, viljum við vernda þetta yfir höfuð? Er þetta okkur einhvers virði? Hvað áttu við með að vernda það? Já, ég að tala þar að vernda fullveldið og ég að tala stjórn á landamærum Íslands og stjórn á því hverjir bætast hér í hópinn. En nú segja menn og tölurnar sína okkur að brottvísunum fjölgar gríðarlega, aðsóknin hjá hælisleitendum, hún dregst saman, menn að segja að kostnaðurinn við hælisleitendakerfi sé að draga saman 60% á milli ára. Er þetta ekki allt í rétta átt án þess að þú hafir haft aðkoma að því? Þetta einhvers konar hraðablinda ef menn halda bara 2000 hugsanlega í ár. Á meðan við vorum að taka á móti 24 að meðaltali hérna, síðustu áratugi, 2000. Það ekkert miðað við næstu í 5000 hérna í hitti fyrra. Þetta bara til að drepa málum á dreif. Það ekki búið að laga kerfið. Hvers vegna var þessi breyting? Hún var fyrst og fremst vegna þess að úrskurðarnefnd útlendingamála tók nýja ákvörðun varðandi Venezuela. Lögin óbreytt. Hvenær sem getur þessi nefnd tekið þá ákvörðun að íbúar í einhverju miklu fjölmennara landi sem að stendur jafn illa á Venezuela í rétt á hæli hér. Hitt var að lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók upp á því sjálfum sér að fara að brottvísa fólki og hefur síðast þegar tölur birtust brottvísað það sem hafi verið árið 724. Þannig að þetta er megin breytingin. En nú það að koma á daginn
að menn eru farin að átta sig á því þegar þeir eru staðnir að verki á Keflavíkurflugvelli og geta ekkert gert grein fyrir sér eða hvaða erindir eiga hingað og eru grunaðir græsku. Rétt upp hand, ég bið hæli og þá fara menn bara inn í kerfið. Þetta vonlausa kerfi okkar, það sem að þetta fyrir í skoðun í einhverja mánuði, svo sjálfkrafa áfríjað og hægt að áfríja aftur og menn fá aðstoðamann, lögfræðing, stað til að búa á, fjárhagsstuðning, tannlæknaþjónustu. Hvernig verður kerfið ef að þið komast í valda? Við lítum mjög til, þó mér sé almennt illa við að svona vísa einhver kerfi frá öðrum löndum, en ég leyfi mér bara, ég verð að geta heimildar, ég leyfi mér bara að segja það hreint út, að kerfi danskara jafnaðarmanna er mjög gott og það virkar. Og stefnan hjá okkur á að verða svo sama að enginn komi hingað til að sækja hæli hér. Við veljum sjálf hverjum við tökum á móti og hjálpum þar með fleirum og hjálpum á nærsvæðunum. Og hvernig er það gert? Það er auðveldara fyrir okkur en Dani. Við erum þrátt fyrir allt eyja í Norður Atlantshafi. Þannig að enginn kemur hingað til að sækja hæli öðruvísi en hafa komið við í öðru öruggu ríki. Og það á að senda fólkið umsvifalaust tilbaka til þess ríkis. Þar sem því bara að sækjum hæli. Sú regla er til staðar nú þegar. En ekki framfylgt. Það er eins og margt til að mynda krafan til flugfélagana að skila farþegalistum sem að nokkur flugfélög ennþá bara virði ekki viðlits. Hvaða sjálfstætt ríki látur bjóða sér þetta? Ef að til dæmis í Bretlandi, talangum í Bandaríkjunum, einhver flugfélag bara neitaði að afhenda farþegalistana. Þá bara flýi þetta flugfélag ekki þangað næstu árin og er bara stopp og þú missir slottið þitt og verður bless. Þetta er það sem þarf. Það þarf einhvern aga á stjórn landamærina og við þurfum að leyfa okkur að gera það sama og mörg Evrópulönd hafa verið að gera að undanfarnu að vakta landamærin, Schengenlönd, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Pólland, Ungverjaland og nú Þýskaland og Austurríki held ég líka. Hugsa sem svo, þetta er bara grundvallar hagsmunamál þjóðarinnar að við höfum einhverja stjórn á þessu. Og hvað sem líður Schengen, þá bara ætlum við að taka stjórn og hafa gert það. Og hér eru menn alltaf einhver litlir í sinni, já við getum ekkert gert í þessu af því að hinn eru þessi sáttmálar. Ekki vera svona litlir í ykkur, íslenskir embættis og stjórnmálamenn. Sýnið að okkur sé alvara með að verja landamærin og stjórna því hverjir bætast í þetta góða samfélag hér. Við förum aðeins betur onni í þessi máli í samhengi við mögulega stjórnarmyndun í seinni þættinum. En mér langar til að beina sjónum að stefnu Miðflokksins. Og það er dálítið öðruvísi að ræða menn sem eru með flokk sem aldrei hefur verið í stjórn og í raun ekki borið ábyrgð á neinu. Ekki talar málið Framsóknarflokksins lengur, þannig að við verum að kafa þessu. Nei, þetta Framsóknarflokkur er ekki sami flokkur og áður var. Hann er breyttur og aðeins minni samkvæmt könnunum. En mér langar til að fara hér onni í stefnu flokksins. Þú hefur talað fyrir því að það er ekki að hlusta á gylliboð flokkana, yfirboðum, ríkisútgjöld og hvaðina. En svo tek ég eftir því að þið komið með nokkuð sem að ég leyfi mér að kalla gylliboð, sem að er þessi hugmynd að afhenda eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka. Þetta er eignarhlutur samkvæmt Kauphöllinni í dag, svona upp á tæplega 102 milljarða króna. Er þið ekki bara að kaupa ykkur atkvæði almennings með þessu? Þetta er 263 skall eða svo á hvern mann? 373 skall. Já, ég vona að mér hafi ekki skjáttlast í útreikningum, ég reiknaði þetta nokkrum sinnum. 373.000 og 1250.000 á 4 manna fjölskyldu. Nei, við erum ekki að kaupa neitt og við erum ekki að gefa neitt. Ég hef séð sums staðar talað að það er að gefa Íslandsbanka. Það er bara verið að afhenda hann til raunverulegra eigenda. Af því að við teljum í fyrsta lagi að þetta hafi nú verið heilmikill vandræðagangur, einkavæðing Íslandsbanka fram á þessu. Við losnum við allt það vesen með þessu. Það fari bara hver og einn sinn hlut til jafns. Þetta er ríkiseign, þetta er ekki þjóðareign, þetta er... Já, sko sjáðu til. Þegar við fórum í þessar stóru aðgerðir á sínum tíma, sem var bara stríð og hafði ýmsar afleiðingar, þá var það gert í nafni þess að við varum ríkisstjórn sem var að vernda hér samfélagið og þyrftum að grípa til óhefðbundinna aðgerða til að vernda þetta samfélag. Þannig að við tókum yfir stóran hluta fjármálakerfisins fyrir samfélagið allt. Og jú, fólk á sinn hlut þarna óbeint vissulega í gegnum ríkið. En við bara treystum
almenningi, landsmönnum betur til að fara með sína eign heldur en einhverju misvitrum stjórnmálamann. En býtu, ef að þið fáið völdin til þess að afhenda bankafólkinu, þá hafið þið stjórn á ríkiskassanum líka. Er þetta að segja mér að þið treystið þá almenningi betur fyrir ríkisegnunum heldur en ykkur sjálfum? Jafnvel okkur sjálfum. Ég held að fólki sé alltaf best treyst okkur sjálfur til þess að ég ætla ekki að þykjast geta haft vit fyrir. Það er bara einhver anarkismi en látum það vera. Verður það megninu til þá verða stjórnvöld að taka ábyrgð og fara með og forgangsraða. Ríkissjóður skuldar á annað 1000 milljarðar, það er hægt að lækka ríkisskuldir alltaf 10% með þessu. Þetta hefur ríkissjóður sem er að kafsigla sig í vaxtagjöldum, hefur hann efn á því að fara eins og jólasveitnin á hreindýravagninum og dreifa penningum yfir alla byggðir landsins? Þetta er ekki gjöf, þannig að það er ekki að tala um jólasveina í þessu samhengi. En hitt að ég tel að það muni verður bara óbreytt kerfisstjórnar fara hérna áfram. Það muni mjög litlu skipta þessu hendi í svarthol ríkisútgjalda og ríkið einhvern veginn fer að líta svo á að það sé forsvaranlegt að selja eigur almennings til að standa undir hallarekstri. Niðurgreiðsla ríkisskulda verður að koma til með hallalausum rekstri ríkisins og afgangi af rekstri ríkisins. En reksturinn verður hallalausari ef þú getur borgað niður skuldir og borgað lægri vaxtagjöld. Já, en þetta er bara hundalógík. Nei. Jú, þetta er það. Nei, og ég get sagt þér af hverju þetta er lógík sem stenst, að þetta verður reynt áður. Við fengum sömu ákvörur þegar við töluðum fyrir því sem að kalla var leiðréttingin og snerist það að ná sanngjarnri niðurstöðu leiðrétta skuldir fólks, fasteignalán, vegna þess sem var rætt sem forsendubrest, það er að segja eitthvað sem fólk gat ekki séð fyrir þegar það tók þessi lán og að við myndum leiðrétta þetta. Þá var sagt, hvernig dettur ykkur þetta í hug að láta fólk út í bæ hafa þennan pening, af hverju notið þetta ekki til að greiða niður ríkisskuldir? Ja, við hugðum að ríkisskuldunum á sama tíma. Ríkisstjórnin, þegar hún var mynduð 2013, einsetti sér, númer 1 og 3, við ætlum að skila hallalausum fjárlögum. Og það var erfitt á þeim tíma. Síðasta ríkisstjórn hafði skilið eftir stóra útgjaldaliði, 25 milljarða lífeyrisskuldbinding og fleira. Það var nú að komast á jafnvægi á ríkissjóð þarna 2013, fjárlögin sem eru samþykkt fyrir 2013, bentu til þess að þetta verður nú alltaf að koma? Fjárlögin sem voru samþykkt fyrir 2012 og reynda fyrir 2013 stóðust ekki. Ekki frekar en nokkur einustu fjárlögu sögu Íslands. Þar til ríkisstjórn kemur 2013 og sá stórkostlegi atburður gerist að ríkisstjórn ákveður að senda út skilaboð að einhverju sé búin að taka stjórnina og það sé hægt að treysta þessu og við gerðum ekki ráð fyrir meira en 0,7 milljarða núvirði afgangi en á sama tíma lækkuðu við skatta og við jukum vaxtabætur og kjör eldri borgara og öryrkja við ýttum undir hagvöxt og þannig mætti lengi telja. Hver var afleiðingin af þessu? Verðbólga snarfjall, hún var þegar fjárlögin tóku gildi, þá var hún þegar komin niður í 3,1% á ársvísu, eftir þetta fjárlögár 0,8% og greiðslubyrðin af skuldum ríkisins lækkaði. Og við gátum farið að greiða niður skuldir, af hverju? Ekki af því að afgangurinn hafi verið 0,7 milljarðar, hann var 70 milljarðar. En núna, á sama tíma lækkuðu skatta. Í stað þess að lækka skuldir ríkissjóðs ætlar að taka 101.000 milljónir og afhenda það fólkinu í landinu. Og þá fara jafnt á alla Íslendinga. Í þessum hópi fjöldinn allur af Íslendingum mjög vel efnuðu fólki sem á 100% eigið fyrir í sínum húsum, situr jafnvel á milljarða eignum. Hvers konar lógík er það þegar ríkissjóður er að kassigla sig í skuldum, fjórði stærsti útgjaldaliðurinn eru vaxtagjöld, að fara að afhenda þessu fólki 200, 300... Þetta er fólki sem á þetta og við treystum til að fara með þetta. Þetta er inn á efnahagsreikningi ríkisins. Já. Og með þessu þá er ekki verið að prenta peninga eða taka ný lán. En þeir eru það auka verðbólguþrýsting? Nei, og þá vísa ég aftur í leiðréttinguna að þar var einmitt varað við því þetta ítir svo mikið undir verðbólgu. Hvað gerist? Nei, fólk bara gæti farið ágætlega með sitt fé þegar það fekk að ráðstafa því sjálft. Þið ætla að hafa þetta undir frítekjumarki, þar að segja sölun á þessu, þannig að ég get þá farið, við erum 4 manna fjölskylda, við getum selt bréfun okkar og fengið út úr því 1200.000 sem að jafngildir 2,4 milljónum í laun, cirka bát, og við getum bara eitt þessu vitleysu og gera það sennilega.
þið eigið ekki að gera það, allra síst hlut barnan ykkar. Við látum ekki stjórnmálamennina að segja okkur til því. Nei, ég meina, þá það óábyrgt af ykkar hálfu. En við samt treystum fólki, en við getum sérstaklega það í stefni að það sé hægt að hafa hraðahindrun á því hvenær megi selja þessi bréf. Og ég tel allar líkur á því að það sama gerist og síðast, að fólk fari ekki og eyði þessu almennt í vitleysu. Það getur notað þetta inn á lánin sín, það getur notað til þess að vera loksins þáttakandi í hlutabréfamarkaðnum og eignast einhvað. Það mjög mikilvægt að gefa fólki tækifæri til að eignast einhvað. Sumir hafa aldrei náð því á lífstíðina að eiga einhverja alvöru eign. Þannig að við teljum að niðurstaðan af þessu verði á endanum betri fyrir ríkið og hagkerfið, efnahagslífið á Íslandi rétt eins og þegar ráðist var í leiðréttingun á sínum tíma. Það er ekkert mál ef þú ætlar að láta alla eignast eitthvað, bara afhenda því eignir annar. Af hverju gefið þá ekki bara Landsbankann líka? Eða Landsvirkjun eða einhverjar aðrar eignir ríkisins? Af því við erum hófsemdar flokkur og þetta þarf alltaf að spila saman. Þið skammtið fólki bara á lófa, sem sagt. Nei, þetta er bara bollegend í þessu máli, af því þetta eign sem að fólkið á. Það hefur gengið mjög erfiðlega að einkavæða bankann fram að þessu og vaknað alls konar spurningar hvernig að því hafi verið staðið. Og með þessu móti, og já, þú mátt kannski minna áhörundur á að það er að fá svör við öllum helstu spurningum þetta inn á heimasíðunni á okkur, ný heimasíða miðflokkurinn.is. En með þessari ráðstöfun, þá sýnum við það bara að við treystum fólki og teljum að allir eiga að hafa tækifæri til þess að mynda eign og hugsaðir efnahagslegu afleiðingarnar af því og jákvæðina sem kemur í hagkerfið. Þegar að fólk fær smá eign, eða getur aðeins náð niður húsnæðislánunum sínum, eða getur orðið þáttakandi á hlutabréfamarkaði, þessum hálfdauða hlutabréfamarkaði á Íslandi. Þetta mun lífga hann við og fólk getur fjárfest í nýrri verðmætasköpun. Og eykur á þrýstingin í hagkerfinu? Ekki það mikið að það sé vandamál. Þetta er ekki eins og verið hefur hér innfluttur gervihagvöxtur með því að flytja inn láglauna vinnuafl. Ríkisfjármálin. Það stefnir að við séum að skila hér 70 milljarða halla á ríkisfjármálunum núna. Það verður 60 milljarða á næsta ári. Þetta er allt í klessu. Þið segið við ætlum að skila hallalausum fjárlögum. Þið ætlum ekki að lækka vaxtaberandi skuldir ríkissjóðs með Íslandsbanka. Við ætlum að gera það, jú, á sama hátt og við gerum 2013, 14, 15. Hvernig ætlum að skera niður? Já, hvernig ætlum að skera niður? Þetta verður ekki gert öðruvísi. Kerfið vex og vex. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Það er náttúrulega, ef ég á að fara að tína til einhver atriði, ég get nefnt hluti eins og þessa borgarlínu, hættu öllum svona delluverkefnum sem eru bara til þess fallin að búa til eilífðar kostnað og þrengjað umferð í þessu tilviki og gera lífið leiðilega. Hún er bara dropi í hafið. Já, sko, og stór hluta því framkvæmda fyrir þar hvort þið er að fara í verkefni í höfuðborgarsvæðinu. Já. Það mun þurfa peninga í önnur verkefni, rétt eins og 2013. En sko, á endanum myndi þessi borgarlína kosta alltaf 300 milljarða og ríkið ætlar að taka reikningina af rekstrinum. En framlagið á næsta ári beint í borgarlínu verði 6,6 milljarðar. Betra að ráðstafa Keldnalandinu í annað en að fara í þessa... Þá eru eftir 54 milljarðar. Já, ég er bara rétt að byrja. Já, ég punta þetta niður hérna. Svo eru hérna hlutir eins og loftslagsmálin. 30 milljarðar í þann málaflokk. Sumt að því eru enda mjög góð mál eins og landgræðsla og skógrækt. En það er langstærsti hlutin. Það er stór hluti af þessu, já, en þar má spara einhverja milljarða. Nú, með því að ná tökum á landamærunum útlendingamálunum, þá sparast tugir milljarða, ekki bara þessi tugir sem að fara í beint utanumhald sem að voru nú hátt í 30. Núna heldur líka það sem er miklu meiri kostnaður, álagið á heilbrigðiskerfið og menntakerfið og allar grunnstóðir samfélagsins. Þessi kostnaður sé 10 milljarðar í ár, sem að það sé sambarlegt við hitt í fyrra? Það er ekki 10 milljarðar í ár, það er ekki það bjartsýn. Forsætisráðherrann heldur því fram. Líka millihluta. Þá eru komnir 16. Já, og ég get haldið áfram að nefna einhver tiltekin atriði og þá getum við klárað þetta hér, en aðalatriðið er það að þú nærið ekki tökum á útgjöldum ríkisins nema að fara betur með peningana og fara í gegnum
allan listan, öll útgjöldin og ráðast í hagræðingu. Og ég held að það sé nú viðkvæmt kannski að taka á mikið af hugmyndum frá Bandaríkjunum þessa dagana. Ég þeirra skoðunar að við ættum bara að ráða hagræðingar keisara og ég vil fleiri neitt. Ég geti nefnt menn eins og Heiðar Guðjónsson eða Guðmund Fertram Sigurjónsson. Ég hef ekki rætt þetta við á, sko. En ég bara, ekki fyrir núna? Fyrir núna, já. Bara að nefna þessi nöfn, þetta eru menn sem að skilja hvernig hlutinir ganga. Og ríkisstjórnin, bara taki menn, utan stjórnkerfisins, algjörð lykilatriði, en líka utan stjórnmálana. Og sleppið þeim lausum. Finnið leiðirnar til þess að hagræða í öllu kerfinu, þannig að það virki betur, þannig að fólk fái meira fyrir peningin á öllum sviðum og með því getum við eflt heilbrigðisþjónustu á Íslandi, menntun, löggæslu, allt saman. Þú nefnir hugmynd frá Donald Trump, varstu ánægður með kjör hans þegar hann sigraði Kamala Harris? Ég skildi hvers vegna menn kusan. Hann náttúrulega hálf óþolandi típa og ruddarlegur og dónalegur og grófur og allt þetta og kasta fram fullyrðingum sem ekki standast. En eftir að demokrataflokkurinn einhvern veginn lendi út í mýri og ekki lengur svo ágæti flokkur sem hann var, þá held ég að fólk hafi bara látið sig hafa það. Ég vil þó að vera ekkit endilega hrifið af karakterunum að kjósa hana því að það þurfti að breyta. Það þurfti að hverfa frá kerfisræðinu. Þannig að þú stuttir Trumpi? Ég stutti engan, en það ég ekki bandarísku ríkisborgari og hef aldrei kosið þar. En gegnum tíðina hef ég nú oftar haldið með demokratum. Ég held reynda með Reagan, mjög stíft í kosningunum 84. En Truman? Nei, þá var ekki byrjað að fylgjast með pólitík. Þetta var smá vandamál á heimilinu þarna með Reagan, sko, því að foreldrar mínir studdu Mondale. Ég var alveg grjótharður með Reagan og sé ekkert eftir því. Samgöngumálin aftur, þið viljið slúta borgarlínunni, þið viðurkennið samt að það þurfa að fara í stórfellda uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu, meðal annars með Sundabrautinni, en þið talið samgöngubundna samgöngusáttmála. Af hverju eiga að vera samgöngusáttmálar á einum stað en ekki öðru? Borgarlínan afleiðing af samgöngusáttmála. Já, þetta nú svona vísan í það sem að Guðmundur Fertram og félagar hafa verið að boða varðandi Vestfirði. En þessir staðbundnu samgöngusáttmála þurfa allir að haldast í hendur, mynda heild í samræmi við byggðastefnu okkar, Ísland allt er hún kölluð, sem gengur út að líta loksins á heildarmyndina og láta þetta spila saman. En það lítur ekki vel út gagnvart landsbyggðinni þegar að ráðherrar í ríkisstjórninni meira að segja, og ekki hvað síst framsóknar og sjálfstæðismenn henda endalausum peningum skattgreiðenda í einhverjar dellu hugmyndir bara borgarstjórnar meirihlutans í Reykjavík og fylgdarliðs þeirra í nágranna sveitarfélögunum. Og þetta borgarlínuævintýri er náttúrulega bara búið að tefja allar aðrar framkvæmdir en líka stuðla að þessari fráleitu stefnu þéttingu byggðar, láta uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu snúast bara að byggja í kringum stoppistöðvar borgarlínu. En þið viljið svipta borgina í raun skipulagsvaldi? Já, við bendum á það. Nei, þið bara leggið það til að þeir verði skyldur til þess að skipuleggja land. Ekki svipta á almennt heimild til þess að skipuleggja. Það segir í stefnunni að það þvinga þá til að skipuleggja land. Já. Ef menn standa sig ekki í því, ég tala ekki eins og borgarstjórnar meirihlutin í Reykjavík sem hefur haldið höfuðborgarsvæðinu öllu í heljargreipum þessara takmörkuðu heimildar til uppbyggingar á nýjum stöðum, þá þarf ríkið að grípa þar inn í. Þá heitir það að svipta á skipulagsvaldinu? Hvað þetta varðar. Og flugvöllin? Flugvöllin líka, já. Ok, þannig að þið eru að fara að svipta á skipulagsvaldinu? Ég tel að það sé löngu tímabært að taka skipulagsvaldið af Reykjavík hvað varðar Reykjavíkurflugvöll vegna mikilvægis hans og framgöngu borgarinnar í því að beita öllum brögðum til þess að reyna að þrengja flugvellinum og ýta honum í burtu aftur, oft með aðstoð einhverjar hluta vegna framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn og ég get bætt einu við taka skipulagsvaldið af borginni á alþingisreitnum. Það sem að borgin er stöðugt að gera þinginu lífið
leitt, hér verði ég að geta heimildir aftur, þetta var til það sem kom fyrst frá Ástu Ragnheiði, samfylkingarkonu og þáverandi forseti Alþingis, sem ég fekk svo að flytja ítrekkað aftur. Eitthvað fleira svo vilt svipta borgina? Já, ég meina, eins og ástandið þá getur þetta að svipta borgina einhver í viðbót, en ég ætla að láta þetta næja í bili. Orkumál. Þið eru með mjög stórtækar hugmyndir, svo sem er svo samfylkingi líka. Þið talið það í ykkar stefnu og það sem þið komið fram eins og þetta sé ekkert mál. Þið segið 100-200 megavött ári, keyra bara á ramman og allt í góðu. En við erum bara með kerfi þar sem að fyrirbæri á borð við landvernd, náttúrugrið og hvað þetta allt heitir, þau halda verkefnum í gíslingu árum og áratugum saman. Það er algjörlega óþolandi. Já, býtu nú við, þú varst forsætisráðherra 2013-16, þú ert búin að vera á þinginu, hvar eru tillögurnar að svipta þetta fólk möguleikanum til þess að halda þessum málum í gíslingu? Við höfum lagt til að það munið þurfa núna sérlög virkjunarkosti. Já, núna það að leggja það til, en þú ert búin að sitja á þingi frá 1700 og súrkál. Alveg rétt, og það er alveg sanngjarn gagnrýni. Maður hefði kannski átt að gefast upp á hugmyndunum rammaáætlun fyrr. Þetta hljómaði sem góð hugmynd að forgangsraða þessu öllu og einhvern veginn meta vernd versus nýting og allt þetta. En þetta hefur verið misnotað of lengi, misnotað sem verkfæri til að koma í veg fyrir alla framkvæmdir. En þá liggur fyrir ákveðin fjöldi virkjana í nýtingaflokki. Það þarf bara að keyra þær af stað. Þetta orðræðan sem við heyrum og kjósendur eru látnir hlusta á. Landsvirkjun hefur gefið það út, að það tekur að meðtalið 12 ára að koma svona virkjana framkvæmdum í gagnið. Já, það sem í nýtingaflokki, það þarf ekki 12 ár kannski í föðverkefni. Ekki 12, en þetta mun taka þetta er virkjanir sem meðal annars er búið að undirbúa. Þetta mun taka mörg ár. Já, þetta mun taka mörg ár, það er alveg rétt. Og þess vegna þarf eins og reyndar samtök atvinnulífsins bentu nú réttilega á. Það þarf strax í upphafi nýs kjörtímabils að leggja línurnar með áformin ef að það á að vera raunhæft að klára fyrir lok kjörtímabilsins og þau kölluðu eftir því samtök atvinnulífsins að það er bætt við 2,1 teravattsstund á komandi kjörtímabili. Það er vel framkvæmanlegt með því sem að er þegar í nýtingarflokki rammaáætlunar, Hvammsvirkjun, Hvalárvirkjun, stækkun Blönduvirkjunar og svo er það listin af jarðvarmavirkjunum og þar segjum við bara drill baby drill. Sem nú reyta meir og minna allt á svæði sem að fara undir hraun kannski á næsta ára? Ekki meir og minna allt en jú, hluta því mörg 100 megavött sem að menn að skoða á Krísuvíkursvæðinu sem að getur farið. Já. En það getur verið laust landtána þegar að menn loksins hætta við flugvöllin í Hvassahrauni. Ertu fylgjandi öllum þeim virkjunarkostum sem að orkunýtingaflokkurinn núverandi rammaáætlun gerir á þeir? Já. Hver er meinasta? Förum aðeins yfir fasteignamarkaðinn. Hann hefur verið í klessu lengi. Þið kennið borginum vegna þess að menn hafa ekki brotið nægilega mikið land. Þið talið íslenska drauminn sem að endurreist séreignarstefnuna. Myndar ákveðin hugrenningatengslu góða kvikmyndir á 9. og 10. áratugnum. Þið viljið til dæmis að fólk sem er fast á leigumarkaði muni fá aukin tækifæri til að fá greiðslumat og lán til fasteignakaupa. Hér hringir bjöllum hjá mér frá þeim tíma þegar þú varst í Framsóknarflokknum eða kannski áður þú varst í honum og menn töluðu 90% lán. Það eru ástæður fyrir því að hverju fólk kemst ekki gegnum greiðslumat. Það er ástæður fyrir því að Seðlabankinn setur mörk á það hvernig fólk getur skuldsett sig fyrir nýju húsnæði. Eru þið ekki bara að fara að vefja fólki kippi kverk með óraunhæfum hugmyndum það hvernig fólk eigi að standa í skilum með húsnæðislán? Það er ástæður fyrir því að Seðlabankinn setur þessi mörk, það er alveg rétt. Það er vegna löggjafarreglna frá ríkisvaldinu sem komið til af því að það voru þarna áhyggjur á tímabili að allt og margir væri að kaupa sér húsnæði og það væri auðvelt að byrja að mynda eign í húsnæði og þá þurfti að hafa vit fyrir borgurunum og komið í veg fyrir að þeir væri með einhverja draumum að eignast sína eigin íbúð. Nú er hins vegar ástandið orðið mjög breytt og mjög margir lenda í því að mæta til þjónustufulltrúa í bankanum og sína þessi búin að borga reikning af leigu mánuð eftir mánuð. Það sem að leigan er miklu hærri heldur en þurft að borga af láni eða þið fengið það. Og þjónustufulltrúarnir segja bara því miður, þetta er alveg rétt hjá þér, en tölvan segir bara nei.
En þú getur losnað út úr leigusamningi á 3 mánuðum mögulega, en þú ert búin að binda því skuldbindningar á fasteignamarkaði. Þess að þú veist ekki hvernig verðið þróast. Þetta ekki sambærileg staða. Bankin hefur, eða lánveitandinn, við leggjum þetta til að lífeyrissjóður komi í auknum mæli að þessu með því að leyfa þeim þátttöku í hlutdeildarlánakerfinu sem stort atriði í þessu að gefa fólki tækifæri til að eignast eigið húsnæði. En fólk sem að lendir í því að taka hærra lán en það getur svo staðið undir. Það undirselt því að bankin á veð í eigninni. Já, hann getur tekið húsnæðið og ef það selst ekki á því verði sem fólk keypt á þá er fólk komið í skuldafangilsi sem að gerist ekki þótt á leigumarkaði. Það ekki bara búa til stórhættulega rúllettu fyrir fólk þar sem að fólk tekur áhættu umfram það sem að Seðlabankinn og löggjafinn í dag til ásættan? Nei, við komum bara aftur að þessu. Við treystum fólki og einhverju munu gera mistök eins og alltaf. En það er komið nóg af þessu að ríkisvaldið sé að reyna að hafa vit fyrir mönnum á öllum sviðum. Sumstaðar þarf ríkisvaldið að sjálfsögðu að leggja einhverjar línur. En að fólki sé ekki treystandi til dæmis fyrir eigin fjármálum. Það er bara að ætti að vera liðin tíð. Sérstaklega þegar við erum hér með flokka sem að boða bara skattahækkanir og taka enn meira af fólkinu og ráðstafa fyrir þess hönd. Þið boðið eina skattalækkun í tengslum við Íslenska drauminn. Það var þar frítekjumark erfðafjárskatts. Þar sem að þið viljið að fólk geti afhent börnum sínum eignir sem að samsvari alltaf einn íbúð. Já. Núna frítekjumarkið, ef ég maður rétt, 6,2 milljónir. Hvað er meðalverð á íbúð í dag? Er það 60 milljónir? Ætla að hækka frítekjumarkið tífalt? Svona verða miðað við 50, það er ekki stór íbúð, en erfðafjárskatturinn er náttúrulega bara mjög ósanngjörn skattlagning vegna þess að það er verið að koma í veg fyrir að fólk geti byggt upp sparnaði við lífstíðina og skilað síðan til afkomanda sinna. Auðvitað það er frítekjumark núna, allt of lágt, fáránlega lágt. En þeir eru að lækka skatta helst á stóreignafólk með þessu? Ekki ef það eru mörg á þessu. Það er ekki að færi nema örfárra að afhenda börnum sínum alltaf 50 milljónir til þess að kaupa sér húsnæði. Nei, en enda muni ekki allir eða margir fara upp í mörkin, breytir ekki því að við höfum séð það mjög aukast á undanförnum árum að fólk er farið að hjálpa börnunum sínum til að eignast íbúð og jafnvel þá bara selur húsið sitt og telur mikilvægt að næsta kynslóð fái tækifæri til að byrja að byggja upp eign. En þetta er mikill þyrnir í augum núverandi stjórnvalda eins og birtist nú í nýlegu minnisblaði frá fjármálaráðherra sem að benda á það þyrfti að finna leiðir til þess að stöðva þessa háttsemi. Það var háttsemi annars vegar að foreldrar væri að lána börnunum sínum fyrir íbúðakaupum og hins vegar þá háttsemi að menn væri að kaupa íbúðir til þess síðan að leigja þær út og græða á því. Hugsa sér það. Á sama tíma vil þetta fólk efla leigumarkaðinn, en það að banna fólki að leigja út og þeir sem að fá að gera það eru settar auknar kvaðir og þá allar mögulegar. Líst þér ekki á tómthússkattinn? Þetta er bara einhver rugl, sko. Að fara að senda einhverja gluggagæja á íbúðir til þess að athuga hvort að einhver sé búin að vera heima síðustu daga. Alltaf að hafa dregið fyrir. Já, þetta er bara einhver svona fráleitt sósíalisti rugl. En við viljum fara í hina leiðina og leggjum til að ýta undir framboð á leigumarkaði því að sumum hentar bara betur, eins og þú nefndir réttilega, sumum hentar betur að leigja, að það verði þá helmingsafsláttur af virðisaukaskatti fyrir fyrstu íbúð sem viðkomandi leigir út. Og megnið af íbúðum á leigumarkaði eru í eigu einhverja einstaklinga sem eru að leigja út íbúðina. Þannig ekki gera fólki erfiðara fyrir að leigja, gerum því auðveldara eins og nýlegt sýnidæmi frá Argentínu sýnir. Þar voru miklar kvaðir og reglur á leigumarkaði. Svo var því hent út, gefið frelsi á markaðnum. Hvað gerðist?
frambóðið strax stórjókst og leiguverð lækkaði. Bændur. Já. Þú átt taldi grunn í því, eða svona bakgrunn, hafandi verið formað Framsóknarflokksins og þið talið máli bænda, þið eru með eitt af mikilvægastu húsdýrunum okkar í merki ykkar. Já. Hvað vil ég gera fyrir bændur sem að lepja nú dauðan úr skell? Já, við viljum hrinda í framkvæmd heildaráætlun okkar eflingu landbúnaðar og matvælaframleiðslu á Íslandi sem við höfum ítrekað lagt fram sem þingsályktunartillögu á Alþingi og stefna flokksins okkar og aðgengileg á fyrrnefndri heimasíðu, en það fyrsta sem þarf að gera er að hrinda sókninni, hrinda árásinni á íslenskan landbúnað sem hefur staðið undan farin ár. Það hefur verið sótt að greininni úr allavega 5 áttum samtímis. Einhliða eftirgjöf eða minnstu kosti mjög vanhugsuð eftirgjöf á tollum. Í öðru lagi innflutningur á hráu og frosnu kjöti og ógerilsneyddum matvælum án þess að við höfum fengið neitt á móti. Í þriðja lagi stór auknar álögur á bændur. Viljið aukna tollvernd á matvöru? Við viljum viðhalda tollvernd á matvöru eins og aðrar þjóðir gera. Og viðhalda þá herra matvöruverðum leið? Hvers vegna er tollvernd í öðrum ríkjum? Í fyrsta lagi, þess að ekkert sjálfstætt ríki með sjálfsvirðingu gefur eftir einhliða tolla. Það vill þá gera það í samningum. Þannig að það verði gagnkvæmt. Að ráðast í það einhliða. Þá bara verið að henda verðmætum samfélagsins ef þú færð ekkert á móti. Evrópusambandið, tollabandalagið Evrópusambandið, er með gríðarlega tollvernd. Og leið styrkir það sinn landbúnað umtalsvert, reyndar oft á tíðum með mjög óhagkvæmum hætti og borgarmönnum fyrir að framleiða ekki. Tökum sem dæmi ostana. Heil flokkur rekinn hér ostamál. Þar er krafan sú að íslenskir bændur keppi við til dæmis franska bændur í verði og þeir geti þá dömpað sínum afurðum hingað. Býttu nú við, franskir bændur framleiða til dæmis komtuost. Getur þú bent mér á íslenska að framleiða þetta af slíku? Þú getur keppt hann hér franskan, en þú getur ekki... Já, uppsprengtu verði og við hvað er hann að keppa? Á því þá heldur að kaupa íslenskan... Hann er að keppa við íslenskan landbúnað og keppa á mjög ósanngjörnum forsendum á meðan við gerum ekki einhverja gagnkvæma samninga vegna þess. Ég skrifaði þetta sérstaklega hjá mér því að ég var ekki viss að ég geti munað allan listan. Ertu ekki ánægður með það að franski skattgreiðendur borga niður ostinn fyrir okkur Íslendinga? Er það ekki bara frábær samningur? Það er ekki frábær samningur og ekki fyrir heildarhagsmuni samfélagsins þegar þú leyfir annarri þjóð að dömpa hér vörum á markaðinn og skekkja samkeppnisstöðu innlendu framleiðslu. Það er ekki innlend framleiðsla. Franskir ostaframleiðendur. Þeir fá landrýmisstyrki, upprunavottunarstyrki, framleiðslustyrki, fjárfestingastyrki, útflutningsstyrki, markaðstyrki, rannsóknarstyrki og umhverfisstyrki, svo einhvað sé nefnt. Þú ert nú vanur að láta útlendingarna blæða. Ég menna, það er ekki bara frábært að franska ríkið niðurgreiði þá þessa osta sem að við getum. Það er ekki íslensk framleiðsla á þessari vöru. Af hverju er það með tolla á vöru sem að mér langar til að kaupa? Ég get ekki keypt íslenska vöru á þessu tagi. Ekki að við rústar íslenskri framleiðslu. Það er ekki íslensk framleiðsla á þessu. Þessum tiltekna osti? Já, bara nánast öllum ostum. Ef það er eftirspurn eftir þessum osti Ólíkt því sem margir halda þá eru ostarnir ekki allir bara þeir sem eru framleiddir í Búðardal og Íslandi. Sko. Nei, ég veit það. Nú talar við bara eins og viðreisnarmaður. Þetta snýst allt osta og einhverja franska osta. Ekki allt osta. Þú varst greinilega búin að hugsa það fyrir fram. Já, því ég hafði grunaðan. En sko... Það þarf í þess eins og öðru að líta á heildarmyndina og það er heildartap fyrir samfélagið ef að við verðum háð því að erlendir framleiðendur getur dömpað á íslenska markaðinn. Ég meina eitt danskt mjólkurbú gæti bara með afgangsframleiðslu, umframframleiðslu tekið allan íslenska markaðinn, eyðilagt hann og síðan hækkað verðið eftir þörfum. En þá erum við búin að fórna íslenskum landbúnaði sem að er
mesta gjaldeyrisvernd sem að hægt að hugsa sér og heldur upp í byggð í stórum hlutum landsins. Það þarf að taka þetta allt með í reikning. Hvað með búvörusamninga? Þó þú viljir ódýrari, hvað heitir þessi ostur? Kontoost, þú verður að smakka hann frá. Já, þó þú viljir ódýrari kontoost. Það er að fórna byggðum landsins fyrir það og þessari undirstuðu atvinnugrein í samfélaginu frá landnæmi sem hefur haldið fyrir Ég held að trúi því ekki nokkur einasti maður að þó að þeir myndu afnema tollvernd á ostum sem fást ekki úr íslenska framleiðslu og það myndi kollvarpa íslenska landbúnaðarkerfinu. Ég held að það séu miklu frekar misvitrar ákvarðanir stjórnmálamanna og þess vegna spyr ég með búvörusamningana ætlið að dæla meiri peningum inn í það til þess að hjálpa bændum í gegnum þennan skell sem þeir hafa orðið fyrir. Já, fjárfesting í landbúnaði er hagkvæm, hún skilar sér fyrir samfélagið. Hún gerði það ekki 2016 eftir búvörusamningana sem að þú bjóst til þá. Ég bjóð ekki til. Jú, þú varst forsætisráðherra í þeirri stjórn. Þú talaði fyrir þessum samningum 2016. 2016. Þá var Sigurður Ingi nú var til formaður Framsóknarflokksins landbúnaðarráðherra. Og ég lausum hala, ég heyrði fyrst af því í útvarpinu í bíl þegar ég var á leiðinni, ég var á akstri í Vestur-Húnavatnssýslu og brá svo mikið við fréttina, ég lagði bílnum út í vegkant. Þar var landbúnaðarráðherrann í ríkisstjórninni mættur til að tilkynna það að hann væri búinn að undirrita tollasamning við Evrópusambandið eftirgjöf á íslenskum tollum og fekk lítið í staðinn. Sagði reyndar að þetta hefði nú bara gerst allt í einu fyrir klukkutíma. Þessi samningur sem að þú samþykktir í þinginu. Þessi samningur fór ekki í þingið. 2016 samningurinn fór fyrir þingið. Búvörusamningurinn? Já. Hann fór fyrir þingið. Í kjölfarið var hvenær? Í 2016. Já, hvenær mikilvægt ár 2016? Já, ég man ekki nákvæmlega dagsetningur á því. Það var 40% verðfall á lambakjöti í kjölfarið samninga. Hafa bændur ástæðu til að treysta þér eða öðrum sem að þessu komu fyrir sínu fyrirtæki? Já, þó að megi setja út á eitt og annað. Og svo segir að kontósturinn muni fella það. Þó maður setja út á eitt og annað í búvörusamningnum 2016, þá var það ekki hann sem að feldi verð á lambakjöti. Það voru miklar kerfisbreytingar á framleiðslunni og hvernig að henni var staðið og það leiddi til offramleiðslu og það feldi... Það var ekki góð samningur 2016 og ég hef gagnrýnt hann oft áður. En hann var á þinni vakt sko. Já, ég var forsætisráðherra þá og eins og ég nefndi það var ákveðið vandamál með ráðherra sem var fríspilandi og bara ekkert undir ríkisstjórnina. En allavega, svo reynum að klára þetta ostamál. Getur við ekki bara fallist á það að það sé mikilvægt að vernda íslenska matvælaframleiðslu? Ég held að séu allir sammála því að við þurfum að hafa öfluga matvælaframleiðslu á Íslandi, en ég er ekki viss að það leiðir sem að sífellt eru boðaðar og aldrei virka. Enda erum við að búa aðra leiðir, mönd eftir kíkja á stefnuna. 24 liðir, heildstæðasta stefna sem nokkur hefur séð í landbúnaðarmálum á þessari öld. Já, flott, þú getur þá rakið einhver henni ef við viljum halda áfram löstana. Ég Sigurður á Andersen samþykkt þessa stefnu. Sem er átviti ykkar hefur... Hún kaus gegn samningunum 2016. Já, hún hefur eflaust að einhverju leyti aðrar áherslur en sumir aðrir í þessu en í flokki sem er ört vaxandi, þá geta menn hafa aðeins ólíkar sín á ákveðnar hluti. Ég meina, hvenær hefur Sjálfstæðisflokkurinn eða Framsóknarflokkurinn eða hvaða flokkur sem verið skipaður eingöngu fólki sem er sammála hvern einasta hlut, en það er stefnan sem gildir. Og stefnan verður að byggjast á skynsemishyggju og varðandi landbúnaðinn, standa vörð þessa grein því að áhrif hennar fyrir samfélagið eru ómetanleg. Hvað heldur myndi kosta mikið þó þú fengir ódýrari franskan ost ef það þyrfti að fara að styrkja byggðir allt í kringum landi til þess að fá fólk til þess að búa þar og geta haldið út í grunnþjónustu? Það er nú ekki trúverðugt að kontósturinn myndi leiða til þess. Ekki hann einn og sér kannski. Nei. En ég mætti kannski velja eitthvað 3 tegundir. 2 ítalskir líka. Það er hægt að getur samið það. Velta slíku. Ræða það hérna eftir. En talandi ólíkar áherslur fólks, hvernig kaust þú í vantraustunni gegn Sigríði Andersen þegar hún var dómsmálaráðherra? Ég var í stjórnarandstöðu og greiddi atkvæði með vantrausti, en fór yfir það í atkvæðaskýringu að ég fordæmdi tilefnið sem að hefði verið notað til þess að lýsa yfir þessu vantrausti á tiltekin
ráðherra, hins vegar Þú fordæmi tilefnið en kýsamt með tilhugunni. Hvað gerir Bergþór Ólason? Það ekki hlutverk. Það stendur ekkert í lögum með það að sá sem er í stjórnaranstöðu, það stendur ekkert í þingskapalögum eða neitt það að þér beri að kjósa með vantrausti þó þú sért í stjórnaranstöðu. Þú ert núna búin að draga á land, oddvita fyrir í Reykjavík, sem að þú kaust með vantraust á í þinginu. Mér finnst það með ólíkindum. Þú veist nú nógu mikið pólitík til þess að vita að vantraust tillaga, hvort sem hún á einn ráðherra eins og ósiður eða var orðin ósiður svona á sínum tíma og ég nefndi sérstaklega eða ríkisstjórn í heild. Því að vantraust á einn ráðherra í raun vantraust á ríkisstjórn í heild. Það mæling á því hverjir styðja ríkisstjórnin og hverjir ekki. Og ég studdi ekki þessa ríkisstjórn. Og ég sagði það sama hvaða ráðherra þið mynduð draga fram og fara fram á vantraust á. Ég styð ekki þessa ríkisstjórn. Það ekki mitt hlutverk að verja hana. En í þessari kosningu þá kom í ljós að það voru ýmsir sem höfðu kallað sig stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar sem reyndust ekki vera það. Og ég fekk mjög bátt frá vinstrivænnum fyrir atkvæðaskýringu mína í þessu máli. En ákvörðun, eins og ég listi, byggði á því það ekki mitt að verja þessa ríkisstjórn, ég vil hún falli. Það hamast talsvert á ykkur núna ekki síst eftir að frambúðslistarnir... Það hefur verið gott hún hefði fallið þá maður. Ég get ekki lagt mat á það. Það hamast aldrei á ykkur núna eftir að frambúðslistarnir komið fram og það kemur í ljós að allir þeir einstaklingar sem áttu hlutamáli í klausturmálinu eru núna komnir aftur á sviðið og það eru ýmsir sem segja sjáiði nú eru þeir komnir aftur blessaði kallar. Það er hlerunarmálið, já? Já, ég er að tala hlerunarmálið á klausturbar 20. nóvember 2018. Nú er komið upp mál sem að varðar frambjóðanda Samfylkingarinnar og ég fjallaði hér fyrir skömmu síðan, Þór Snær Júlíusson. Hvaða augum lítur svona þegar að verða að fara yfir ummæli eins og hans fyrir 20 ára síðan, 17 ára síðan? Já, þetta kannski fyrst og fremst áminning að það eru nú sjaldnast hinir syndlausu sem að kasta fyrst steinunum yfirleitt á hinn veginn og það sem að pera mig mest í allir í umræðum svona mál þegar verður að dæma fólk og oft dæma það hart, jafnvel byggt á útúrsnúningum og slíku, að það er hræsnin sem er alltaf einhvers staðar þarna undirliggjandi og mjög sterk. Tvískinnungshátturinn og hræsnin. Og þetta er kannski bara fyrst og fremst áminning það. Finnst þér hann að draga sig úr frambúðinu eða lýsa því yfir að taka ekki sæti á þingi eftir að þetta kom í ljós? Samfylkingin verður að taka ákvörðun það sjálf ef ég fengi þá stöðu eins og í þessu vantraustsmáli sem það nefndir á hann að geta hent einhverjum út af listum hjá öðrum flokkum þá veit ég ekki hvað það myndi enda en ég myndi taka nokkur út. Men þetta gæta sín að því að vera ekki að lýsa vantraust annað fólk, menn getur enda með þá í sama flokki eða í ríkisstjórn síðar meir. Ég treysti fyrrnefndri Sigríði fullkomlega eins og raunar kom fram þannig í atkvæðaskýringunni sem gerði vinstrimennina. Þeir eru ósamáli grundvallaratriðum til þess varðandi tollamál, frelsi á leigubíla. Aftur með ostana. Hvað annað? Á mörgum sviðum, mjög mörgum sviðum. Ekkert mjög mörgum sviðum, en það sem ég kann að mesta. Þú lest nú Andríki í gamla daga. Já, frábært. Ég hef alltaf gaman að lesa Andríki. Og við meira að segja í einum vinsælu hlaðvarpsþáttum Sjónvarpsins 50 tókum upp hefðina frá Andríki að hafa svona áramóta verðlaunalista. Það eru langir og góðu þættir. Það er að segja áramóta þættir ekki síst. Rétt í lokin, það er að teiknast upp einhver mynd til hægri og vinstri á sviðinu. Menn er að velta fyrir sig hvort það geti orðið borgaraleg blokk í Viðreisn, Sjálfstæðisflokki og Miðflokki. Það er ekki alveg í myndinni núna, en með það hvernig þú gagnrýnir þessa flokka fyrir samstarfsmenn, þá sýnist manni ekki auðvitað að garða gresja hvað varðar samstarfsmenn, þarftu ekki bara að fá hreina meirihluta, þú er svo ósveigjanlegur. Ætlar að fara að gera málamiðlanir eftir kosningar? Þetta veltur auðvitað allt á niðurstöðunni sem við fáum í kosningum. Ef við fáum sterka kosningu og bætum einhvað aðeins við okkur frá þessari könnun sem þú sýndir á hann. Hvað væri sterk niðurstaða? 17, 18? Ég ætla ekki að jinxa þetta með því að nefna ákveðna tölu. En ef við komum sterkt út af þessu kosningum, þá verða aðstæður slíkar að við getum
haft tækifæri til þess að leggja línurnar eins og ég gerði eftir mjög sterkan niðurstöðu Framsóknarflokksins þáverandi, gamla Framsóknarflokki þess tíma í kosningum 2013. Það hefði mitt verið umræðað það mikil í aðdraganda þeirra kosninga að það myndi enginn geta unni með þessum Sigmundi og þessum Framsóknarflokki af því að hann var að lofa einhverjum hlutum sem að væru óraunhæfir og hann væri búinn að mála sig út í horn og hann væri að tala mikið útlendingamál og allt þetta. Hvað gerist eftir kosningar, eftir sterka niðurstöðu? Það myndast bara röð af áhugasömum samstarfsflokkum. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að það glatist ekki það tækifæri sem til staðar núna til að breyta stjórnarfari í landinu. Það er hægt að henda burt einni ríkisstjórn með óánægju. En þú færð ekki einhvað betra nema að þú kjósir í samræmi við það. Kjósir stjórn sem að ætla raunverulega að hrinda hér stórum og mjög aðkallandi hlutum í framkvæmd. Kjósir stjórn sem ætlar að vernda samfélagið. Fólk kýs ekki stjórn, fólk kýs flokk. Það kýst hann í stjórn með því að kjósa okkur. Við sitjum uppi með einhverja stjórn. Það er nefnilega munurinn. En myndu gera málamiðlanir? Það er nefnilega munurinn á miðflokknum og öðrum flokkum. Ef að miðflokkurinn kemur sterkt út úr þessu, þá getur fólk verið visst um það að það verði borgaraleg ríkisstjórn, því að miðflokkurinn er ekki að fara í annars konar ríkisstjórn. Það hvaða flokkar verða borgaralegir eftir kosningar á hins vegar eftir að koma í ljós. Við vitum ekki hvaða samfylking kemur upp úr kjörkössum, hvaða Viðreisn og svo framvegis. En fólk getur að minnsta kosti treyst því að ef miðflokkurinn kemst í nógu sterkastöðu, þá geti hann myndað borgaralega ríkisstjórn. Hitt blasir við ógnin sem í því felst, með við til dæmis þessa nýjustu konu þína, að við fáum bara nýja kerfistjórn, nema hvað þessi leggi áherslu á að hækka skatta og eða næstu árum í Evrópusambandsstríð á Íslandi. Hræðslu áróðurinn hefur oft virkað vel í pólitíkinni. Nei, ég er bara að benda á staðreyndir. Það segja þeir allir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þakka fyrir komuna. Gangið vel í baráttunni næstu vikurnar og við fylgjumst þetta með. Hvað heitir osturinn sem ég ætti að gefa þér? Ég er með það hérna frammi. Okay. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna, en við verðum hér að sjálfsögðu þriðjudaginn og þá kemur nú til mín Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og þá verður kannski einhvers vísur á það hvað kemur upp úr kjörkossunum ef fólk setur X við síðan.